Þá það 5. dagskrárliður, Oddeyri, rammarhluti aðalskipulags. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Isaksen tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 7. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 16. ágúst síðastliðnum. Skipulagstillagan var auglýst frá 27. apríl með athugasemdafresti til 7. júní 2017. Auglýsingar birtist í lögbirtingablaði og dagskráni. Skipulagsgögn voru aðgengileg í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar og heimasíðu skipulagssviðs. 3 athugasemdir bárust og var lögð fram tillaga skipulagshöfundar að viðbrögðum við umsögnum og athugasemdum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Isaksen hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Sigurður Jóhannesson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vinnsla á þessu máli hefur verið nokkuð lengi í vinslu. Það var unnið heilmikið vinna og voru haldnir nokkur fundir með íbúum og fulltrúum atvinnulífsins á svæðinu. Það voru mjög ólík sjónarmið. Þetta rótgróið íbúðasvæði, mjög afmarkað, mjög lokað og margir sem búa Akureyri sem fara ekkert inn, keyra ekkert Oddeyrina nema í erindi. En þarna eru líka mjög stórir vinnustæðir og fjölmennir og þetta eiginlega bara stærsta vinnustæðir bæjarins. Mjög fjölbreytt atvinnusvæði af því að þarna hafnarsvæði líka. Og svona hugmyndir, það var hafist handa við þetta, það var kannski að það væri hægt að teygja íbúðarsvæði lengra og meira, en það var ekki raunhæft, allavega okkar mati. En það samt, skrefið þá átt, samt það háð skilurum að það þarf að gæta sín því nær sem þú fer lifandi atvinnulífi að það þarf að gera ráð fyrir því að menn þurfa að passa sig á hávaða og slíkum. Það voru ýmsar athugasemdir sem bárust og greina til ýmissa og annar ekki og það voru bara ágætis umræða og ágætis fundir haldin í Oddeyrarskólann. Rammaskipulagið þannig að það svona millistig, þannig að aðalskipulagið náttúrulega æðra og rammaskipulagið mótar samt kannski stefnuna fyrir deiliskipulagsvinnu sem þarf að vinna á Oddeyrinni á nokkuð mörgum svæðum. Þetta var gert til þess að reyna að flýta fyrir að menn hefðu einhverja ákveðna sýn og reglu hvernig menn ætlar að fara í þá vinnu. Og það á eftir að fara í þá vinnu og þar kemur ennþá kannski frekari möguleikar fyrir íbúana og bæjarbúa og atvinnurekendur að koma með hugmyndir. Þannig að þetta var niðurstaða skipulagsráðs og þetta fór í auglýsingu og þetta það sem við unnum út úr því og með þessum svörum og ábendingum og svörum við athugasemdum og ábendingum. Og hér erum við stödd með málið hjá ykkur í bæjarstjórn. Ég ætlaði nú ekki að fara í einhver einstakar lið en þetta var unnið af arkitektastofu Árna Ólafssyni og Lilju. Þannig að það margt gott sem kemur þarna fram og annað en maður heyrir það voru margir sem voru með væntingar að við gengið lengra á ýmsum sviðum en við var kannski í upphæfi voru kannski bjartsýn að væri þetta að fara að gera mikla breytingar sem dæmi að við erum þarna með stór svæði eins og höfnina og iðnaðarsvæði og slíkt sem þróun á slíkum svæðum gerist ekki nema á mjög löngu tíma og þetta eru svæði sem við viljum að séu lífleg og þarna vinnum við mörg hver bæjarbúar
og við myndum ekki búið sem íbúðahverfum að þau var ekki lífleg. En þetta allavega var, held ég, bara ágætis sátt í nefndin allavega og það voru, þið sjáu þetta athugasemdir sem bárust. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir með bæjarfulltrúa Sigurjóni Jóhannessyni að við ætlum bara að leggja heilmikla vinnu í þetta rammaskipulag og ræða það víða. Þetta er náttúrulega málamiðlun eins og oftast er í svona vinnu. Það sem að hefur kannski að mínu mati og það sem ég hef heyrt í þessari vinnu að aðdragandanum að þessu skipulagi það sem valdi mestum titringi, það er kannski þessi hugmyndum blöndun íbúðar, byggðar og svo þjónustu og atvinnustarfsemi sem er skilgreind þarna að hluta til á þessu svæði og það er náttúrulega komið fram hjá atvinnurekendum þarna niður á Oddeyrinni að þeir hafa svona áhyggjur af árekstrum milli íbúa, væntanlegra íbúa á ákveðnum svæðum og svo aftur atvinnustarfseminnar og það er náttúrulega full ástæða til þess að hafa það svo sem en eins og hefur komið fram að það var verið að gera ráð fyrir því að það sé ekki að fólk verður ekki að flytja þarna inn í þessi hús sem eru þarna fyrir, heldur gert ráð fyrir því að þarna verði byggð hús og þá kannski verða gerðar auknar kröfur í deiluskipulagi til hljóðvistar og það kannski dregur þá úr þessari hættu. En þetta er vissulega eitthvað sem við þurfum virkilega að hafa í huga hvað þetta varðar. En það er mjög mikilvægt að koma lífi í Oddeyrina aftur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta eru góðar ábendingar sem að hafa komið hérna fram varðandi íbúabyggð á móti þjónustu og atvinnusvæði hafa brugðist við þessu að einhverju leyti. Þjónustugata með frá ströndinni milli Silfurtanga og Laufásgötu var felld út og settur inn valkostur tengingu Laufásgötu við Hjalteyrargötu þar sem endanleg lausn verður í rauninni ákvörðuð í deiluskipulaginu og í kafla 5.2.4 með leyfi forseta þá var sett inn eftirfarandi ákvæði. Í deiluskipulagi og hönnun bygginga skal taka mið af nálægð við atvinnusvæði sem valdi geta truflunum umferð og hávaða. Miða skal við að íbúabyggð á svæðinu hafa ekki för með sér íþyngjandi kvaðir eða kröfur á nálæga atvinnustarfsemi. Sem er mikilvægt að þetta komi fram, þannig að við höfum þá allavega einhverja stefnu til þess að vinna út frá, en það þarf vissulega að taka mið af þörfum beggja hagsmunaaðila. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Enginn hefur kast til hljóðs þá er sem sagt liggur fyrir tillaga, skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn á tillagan. Þannig breytt verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssvið falið að annars gildistöku hennar. Þessi geta greitt í, gefið því samþykki, við þess að gefi merki. Það er samþykkt samhljóða.